Já, Jóhann mæti hérna á Kópavogsvöll, tapið 4-1. Hvernig fannst þér leikurinn í dag? Já, það bara, við erum svekkt núna að hafa tapað leiknum og þetta sannfærandi. Það fengu góð færi í þessu leik og við sýndum á mikla virðingu. Í svona hálfpartinn fórum bara ofhikandi í gegnum fyrir hálfleikinn. Sýndum nær okkar rétt andlit í seinni og margt mjög ánægjulegt sérstaklega á seinni hálfleiknum sem hægt að taka og en bara já, mér finnst það óþarfi að fá svona mörg mörk á okkur og við hefðum átt að skora fleiri en eitt. Talandi fyrir hálfleikinn, hvað svör hefurðu, hvað fór úrskeiðis? Hefðu Breiðablik bara töluvert ofan á í fyrir hálfleikunum? Já, það voru bara betri og það voru bara aggressívari, þeim leið betur en okkur einhverju hluta vegna. Við þurfum að skoða það, við gerum þetta, við erum eiginlega að keppa bara allt og mikið við sjálf okkur í fyrir hálfleik og ströggla við það, ná svona bara, hvað segir maður, bara svona einhverju ró og allt saman hjá okkur. Við þorðum eiginlega ekki að spila og spörkuðum boltanum allt og mikið frá okkur og hvað, vantaði sjálfstraust, ég veit það ekki, maður á náttúrulega ekki að vera að viðurkenna slíkt en ég held að við getum alveg gert það í þessu tilfelli, það bara við áttum að vera hugari og þora meiru og vera ákveðnari. Við vorum það bara ekki og þær voru ofan á og það skuldust það í hálfleik. Síðar hálfleikurinn, þegar við farið yfir málinn í hálfleik, stelpurnar koma sterkar inn í síðar hálfleikinn og minnki muninn. Sandra fær dauðafæri til að jafna, Blikarnir refsa 3-1, hlýtur að vera ánægður með byrjunin á síðar hálfleiknum sérstaklega. Sko það er bara mjög margt í seinni hálfleik sem ég er ánægður með og ég meina Sandra skorar úr þessu 9 af hverjum 10, við tókum þetta 10. bara í þetta skiptið og hún skorar á næsta svona og þetta er bara, það munar svona hluti auðvitað en þetta er ekkert atriði sem breytti öllum gangi í leiksins, það væri mjög barnalegt að skella skuldin á það en við gerðum betur sem líði seinni og ég er mjög ánægður með það, ég er gríðarlega ánægður með til dæmis mjög sterka innkomu hérna hjá Bríti Fjólu sem færði okkur svona kraft færði okkur, hún kom bara með kraft inn og stóð sér bara vel eins og við gerðum reyndar, eða stelpurnar gerðu allar í seinni. Það var bara, já, þetta var svona þær voru ákveðnar í hálfleik að gera betur. Já. Góð generalpröfa, núna er rúmar 3 vikur í mót, góð generalpröfa að mæta hingað og fá alvöru leik fyrir komandi tímabil. Já, þetta er mótið þannig sett upp hjá okkur, við viljum komast í undanúrslit til þess að fá alvöru leik þar, allt eða ekkert leik á móti sterku liði, frábært að komast í gegnum það og fá annan á móti sterku liði líka og þetta telur allt saman og við getum ekki dvalið við það hvernig leikurinn endaði en við þurfum svona að velta bara fyrir okkur hvernig hvernig við getum gert betur þegar alvaran byrjaði, eins og segir, það höfum smá tíma og það er búið að vera aðeins törn á stelpunum hjá okkur núna og þær fá að hvíla aðeins áður við fyrir svo í loka sprettin fyrir fyrsta leik í móti. Telurðu þú og hópurinn, bara klárar í komandi tímabil? Já, ég meina við erum gríðarlega ánægðir með þetta, við erum að fara aðeins aðra leið en við höfum verið að gera og við setjum mikið traust og ábyrgð á leikmenn sem eru bara, eins og við kallum bara í rauninu okkar leikmenn og þær eru bara að stíga upp og þegar þú ert í svoleiðis verkefni bara þá þetta mistýrir þér alltaf og það er engin sem við getum ekki gert þetta, stelpurnar geta ekki spilað fullkomna leiki alltaf en ég er mjög ánægður með hópinn og ég treysti honum 100% og við til þess að gera góða hluti. Spurði Nikka þessu rétt á hann, er þetta hópurinn þinn sem fer inn í tímabilið, ætlaði að styrkja eitthvað fyrir mót? Við ætlum að safna leikmönnum tilbaka á meiðslum og svona, þá erum við bara klárir í þetta. Takk hérlega.